Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, störf þingsins, til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, bæjarstjóri Vestmannaeyja, Elliði Vignisson, leyfði sér að tala forgangsröðun ríkisins þegar kæmi að útdeilingu fjármuna skattgreiðenda. Nefndi þar Sinfóníuhljómsveit Íslands, Þjóðleikhúsið, landbúnað og fleira. Ummælin hafa vakið mikla athygli og eru menn vægast sagt misánægðir með athugasemdir bæjarstjórans, þó finnst mér mun fleiri vera sammála honum. Íbúar Vestmannaeyja, sem til dæmis njóta ekki sólarhringslöggæslu, þurfa að greiða 30.000 krónur í ferðakostnað, ætla þeir að nýta skattfé sitt með því að fara á neyðugreidda leiksýningu, á konsert hjá Sinfóníuhljómsveitinni, já, eða til að fæða barn. Það er að segja ef samgöngur eru færar. En þau borga sömu skattprósentu við hin sem við greiða aðgang að því sem við þurfum og viljum. Virðulegi forseti, hér er ekki lengur ræddi við skýrslu slæma stöðu kvenna innan lögreglunnar. Í niðurstöðu skýrslunnar kom fram að helsta ástæðan fyrir að konur komi ekki aftur lögregluna eru lág laun. Ef við höldum áfram að skoða forgangsröðun ríkisins, þá er athyglisvert að líta á upplýsingar sem fjármálaráðuneytið í samstarfi við heildarsamtök starfsmanna ríkisins birtir á vefsíðum laun starfsmanna ríkisins. Þar kemur fram að í júní 2013 voru meðal dagvinnulaun kvenna í lögreglunni 305.700 krónur á mánuði. Á meðan meðal dagvinnulaun kvenna í Sinfóníuhljómsveitinni á sama tíma voru 416.960 eða 111.000 krónum hærri á mánuði. Ég held að það væri heiður að fá að spila einni flottustu sinfóníu heims og það væri dýrmætt fyrir frekari frama í tónlistinni. Einnig hélt ég að það væri dýrmætt fyrir ríkið að fá öflugar konur til að sinna löggæslustörfum, leggja sig í lífshættu, vinna dag og nótt undir miklu álagi og erfiðum aðstæðum. Virðulegi forseti, ég held við verðum að hlusta orð bæjarstjórans og skoða alla forgangsröðun ríkisins upp á nýtt, ætlum við að bæta okkar samfélag. Menning og listir eru nauðsynleg en við höfum bara ekkert með það að gera og meðan tryggjum ekki öryggi okkar og heilsu.